Já, Tryggvi, 2-0 tap í dag á móti Nordsjælland, hvernig líður eftir leikinn? Bara blendið þannig, mér fannst þeir eru sterkari mikið með boltan, fá fleiri færi í leiknum svona overall, en mér finnst við fá nokkra góða stöður sem að við getum farið betur með og þannig sé bara með ólíkindum að við skorum ekki úr horninu þannig þegar Bjarni fær skallan, óheppinn skalla bara beint fast í markmanninn þannig sé, en heilt yfir myndi ég segja þetta sanngjarnt þannig. Þetta er náttúrulega hörkuliði, frábærlega spilandi og mjög góðir í sínu, þannig að alls ekki sáttur með úrslitin, en mér fannst þau bara nokkuð sanngjarnt þannig. Erfitt að spila á móti með það ekki? Jú, þetta er náttúrulega hörkuliði, láta mann hlaupa og halda honum vel og leið og reynir að pressa á þá eiga mjög auðvelt með að spila út, en jú, 2-0 og fyrra markið er klíning fyrir utan teig sem er rosa lítið hægt að gera í, og svo seinna markið, víti frá VAR sem ég á eftir að sjá aftur, þannig að mörkin sem við fengum á okkur þannig svekkjandi í leiknum, en mér fannst samt sem áður að við hefðum átt að skora, fengum nokkur góða stöður sem við fórum ekki alveg nógu vel með boltan, og þannig að já, bara nokkuð solid framistið á okkur. Mér fannst við verjast vel og inn mikla vinnu, en afraksturinn ekki meira en þessi. Rétt fyrir mark sem við skora, þá færðu þessa góða stöðu en hittir orð beint á markmenni, þetta er svekkjandi að bara allir strax skorar eftir það? Já, það er ógeðslega svekkjandi. Ég var ennþá bara á okkar sóknarhelming, þannig að ég fæ counter hana, kominn frekar þrönga stöðu með hann á vinstri, skotið lélegt og þeir fara upp og hann náttúrulega klínir hann bara í vinkilinn fyrir utan teig, lítið við því að segja, en jú, það var ekstra svekkjandi að vera nýbúinn að klúðra færi áður en við skora. Er þetta ekki samt líka bara hættan við þessi stóru lið, bara allt í einu bara geta komið inn í ykkar helming og bara skorað? Jú, það er bara nákvæmlega málið, þetta er virkilega gæða mikið lið með bara marga góða leikmenn, bara frábæra leikmenn í öllum stöðum og jú, það er náttúrulega hættan að þeir klínunum í vinkilinn fyrir utan tegin, já. En svona, nú er seinni leikurinn eftir út í Danmörku, hvað er það sem þið þurfa að gera í þessu leik? Já, fá eitthvað út úr honum? Ég held við þurfum bara að fara yfir það í næstu viku. Við eigum náttúrulega bara leik í deildinni á milli sem við þurfum að fókusa á og við getum ekki tekið hausinn af deildinni, og staðan er bara svo að við erum í skítamálum þar, búin að tapa 4 leikjum í röð og erum bara búin að vera drulluslækir undanfarið í deildinni, þannig að við erum, held ég, bara langt frá því að hugsa seinni leikinn og með fullan fókus á að ríða okkur í gangi í deildinni. Akkur er svona vonstaða í deildinni? Akkur er búin að tapa þessu fyrir leik? Hvað skýrir þetta, myndir segja? Það er bara ýmsar ástæður fyrir því. Ég get ekki pinpointað eitthvað nákvæmlega hvað er búið að fara úrskeiðis. Það er eins og mikið og við erum bara búin að vera að spila illa, tapa mörgum leikjum og safna lítið að stigum, og það segir sjálft að það er ekki vænlegtir árangurs, og við erum bara í staðan er bara svo að við erum í mjög vondri stöðu í deildinni og við þurfum að taka fullan fókus á næsta leik áður en við getum eitthvað að fara að hugsa hvað ætlum að gera í næsta leik á móti Nordsjælland.